Sælveriði, ég hérna til þess að kynna rannsókn sem við stöndum saman að, ég, Ragna Kjamp-Pálsdóttir og samstarfskonu mínar Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir jafnlaunastaðalinn. Það sem við höfum verið að skoða hver ávinningur jafnlaunastaðalsins hefur verið og það erum við að gera svona út frá 3 ólíkum sjónarhornum. Við viljum kanna hvort jafnlaunastaðallinn sé að stuðla að auknu launajafnrétti. Það að segja þeirra fyrirtækja sem hafa fengið vottun eða ekki vottun á tímabilinu 2012 til 2020. Það sem við erum líka að skoða launamunur á milli starfa kvenna og karla á þessu sama tímabili milli 2012 og 2020. Að auki erum við að kanna viðhorf vottunaraðila á í rauninni framkvæmd og innleiðingarferli jafnlaunavottunar. Það að segja hvernig vottunarferli sjálft fer fram og hvaða ávinningi það gæti hafa skilað og hverjir væru þá mögulegir gallar á því ferli. Aðferðir rannsóknarinnar eru svokallaðar blandaðar aðferðir. Það að segja við erum að skoða launarannsóknargögn frá Hagstofu Íslands sem hefur verið samstarfsaðili okkar í þessu verkefni. Og þannig að við erum að rýna í gögn á þessu sama áratímabili, 2012 til 2020, varðandi þróun launa. Það sem við gerum líka að taka viðtöl við þá vottunaraðila sem að standa að jafnlaunavottun. Niðurstöður rannsóknarinnar eru að okkar mati mjög áhugaverðar. Fyrir það fyrsta eru vottunaraðilar mjög meðvitaðir ákveðna galla í ferlinu. Þarna regluverk stjórnvalda ekki nógu skýrt. Hvað varðar launagreininguna, að þá kom í ljós að launamunur hefur vissulega breyst á þessu tímabili sem ræðir. Aftur á móti hefur munurinn ekki verið eins mikill og við höfum kannski vonast til þess að sjá milli þeirra fyrirtækja sem höfðu fengið vottun og þeirra sem höfðu ekki fengið vottun. Það munar einungis 1%. Þetta gefur okkur svona vísbendingar að jafnlaunastaðallinn sem slíkur, sem verkfæri, ekki að skila þeim árangri sem vonast var til. Hann mögulega að skila árangri óbeint inn í launaumræðuna og vekja athygli á launamun kynjanna. En í tölunum sem við sjáum, þá launamunurinn ekki skýr. Það má vera að niðurstöður okkar rannsóknar beri merki þess að það ekki langt síðan að þetta ferli hófst. En enn sem komið eins og staðan akkúrat núna, launamunurinn ekki meiri á milli vottaðra og óvottaðra fyrirtækja.